95 Bjö sem að heilsar ykkur á þessum fallega miðvikudegi sem að virkar reyndar svolítið eins og mánudagur af því að það var frí í gær. Þetta Björn Bragi sem er með ykkur núna út þessa viku áður en að Öddi kemur aftur en hann er staddur í Rúmeníu þar sem hann er að láta húðflura meiri hlutan af líkama sínum. Og ég er búinn að vera að fá góða gestastjórnendur til mín og þeir verða bara betri og betri. Hingað er komin Sóli Hólm, grínisti velkomin. Takk að kærlega fyrir. Hvað syngur þér? Bara ljómandi gott. Það er sumar gýr í mér núna. Sólin hækkar á lofti og nafna mín rísa lofti hátt og ég fagn henni tek henni opnum örmum. Fer út og svalir og segir velkomin nafna. Velkomin í líf mitt. Sæl nafna, hvað er að frétta, hvernig ertu? Ég spjallaði hana hverja mótni. Eins og vinur okkar Hemmi Gunn og Herbert Guðmunds og já, akkurat. Svona jákvæður. Ég er enda komin í alveg þvílíkan sumargýr líka. Ég fann það bara einhvern veginn í dag. Bara, þú veist, svona maður getur labbað núna á svona þangað sem maður er að fara, sko. Maður þarf ekki að keyra alltaf þegar það er svo kalt. Já, akkurat. Það er gaman að labba úti núna. Já. Svona fyrir okkur sem að búið miðsvæðis, þú veist það er svona að geta að labba á staði, sko. Já, við sem erum þar. Erfiðara ef maður býr upp í einhverju útkverfi og þarf að fara í bæinn. Já, fyrir okkur sem búum í þessum dýrari hverfum, þá er þetta helviti þægilegt. Já, það held ég nú. En það er nóg að vera hjá þér, eða ekki, þessar myndir? Jú, það er svona bæði í leik og starfi, má segja. Núna er hæfileikakeppnin að klárast á föstudaginn. Úrslitin á föstudaginn. Úrslitaþátturinn og þar mun Bubber mæta sem gestadómari, Bubbi Mortens. Og svo þegar það er búið þá fer ég fljótlega í flutninga. Því ég er búinn að kaupa húsaskjól fyrir fjölskyldunum mína. Ok, byrjum aðeins á þessari hæfileikakeppni. Hvernig verður þessu úrslitaþáttur? Það verður geðveikur. Það verður alveg geðveikur, sko. Þetta verður þetta er náttúrulega 18 atriði sem eru komin í þáttinn og af öllum toga. Þetta er náttúrulega, maður talar ekki svona öllum toga þessari stöð. Bara alls konar atriði, það er ekki frekar. Ekki gera lítið úr hlustinu. Nei, fyrir ekki. Þetta er alls konar atriði. Þú veist, það er mikið tónlistaratriðum sem er svolítið svona stereotyp af hæfileikum. Og svo erum við með líka, þú veist, ég gleymi samt alltaf hvaða atriði eru í þættinum. Þú veist, þetta er ógeðslega mörg, þetta er það mikið, sko. Að þetta er... Það er svo mikið hæfileikar til fólki á þessu landi. Þetta kemur svo óvart. Þetta er svo skemmtilegt. Ég myndi þetta ekki huga að vera til svona mikið hæfileikar í Íslandi. Flóra af hæfileikum. Nákvæmlega. Þetta verður allavega skemmtilegt og þetta er líka því að þetta eru 18 atriði, þá er hvert atriði fær bara max 90 sekundur. Þannig að þetta áttur að rúlla hratt og vera skemmtilegt og svo verður skemmtilegt atriði frá einna vinsælustu hljómsveitum í Íslandi í hléi. Ok, það er Sóldögg. Sóldögg er að koma aftur. Beggi ætlar að taka sér frí frá Wilson Pizza og koma bara eða Ölgerinni og... Nei, hann er bakar eða ekki? Sko, ég nefnilega veit ekki. Ég hef heyrt svo margar sögur því á Beggi Sóldögg Wilsons Pizza. Nei, er það ekki einhver annars? En þegar þú hringir í Wilsons Pizza, þá svarar Björki Simsfærin. Björki Sóldögg, Beggi Sóldögg. En sko, þó að Simmi vil talið fyrir Dominos auglýsingarnar, þá er hann ekki að vinna á Dominos. Nei, ég veit það. Ok, ég hljóma að gáða þér núna, maður. Nei, nei, ég veit það. Beggi heima. Er Beggi sjálfur að vinna? Nei, ég held bara því að sko Beggi hann er frábær söngvari en hann er kannski ekki með svona þægilegustu Simsfar-rödd sem til er. Nei. Það er svona, þú er komin í samband við Wilsons Pizza eitthvað svona, ég get ekki hent þetta en þú veist. Það er flottu gaur eða ekki? Jú, geggjaðu gaur. Beggi Sóldögg, hann er alltaf orðinn papi núna. Hann er ekkert Beggi Sóldögg lengur. Sóldögg er dauð. Ok. Hann er bara Beggi Pöpunum núna. Matti Pöpunum eru Matti Matt og Beggi Pöpunum eru Beggi Sóldögg eru Beggi Pöpunum. Já. Ok, herru, nóg að þessu, svo ertu að flytja? Svo er ég að flytja, já. Ég er að flytja mig yfir Hringbrautina í KR-hverfið með familíuna. Ég náttúrulega er orðinn í tveggjabarna fæði, Björn. Þú átt svolítið langt í land. Ég veit það til. Þú ert heitur Pippasveit, reyndar. Ég er ágætur. Ég er ágætur. Ágætur Pippasveit. Þannig að þú ert svolítið, við erum svolítið á sikkurum staðnum í lífinu. Þrátt fyrir að geta að tala saman. Já, það er svo gott að hafa svona andstæður í útvarpi. Já, ég veit það. Ég er svona þessi reglumæður sem bara hugsa bara fjölskylduna, þú ert svona þessi sukkari sem að... Ég er svolítið ungur Sveinn Andri. Ungur Sveinn Andri, það fyrir allt ofan í þig, sko. Já. Þú veist, menn bara fara...
opna bara tapp á einhverju flösku og þú tekur við öllu, sko. Þú ert svolítið þar í lífinu núna. Róum og græs. Mamma hlusta. Já, mamma að hlusta. Hún alltaf að, sko, einu kommenti frá mömmu að ég megi ekki, sko, blóta í útvarpinu. Já, það líka gott, það bara asnalegt að blóta. Já, en þú veist, ég samt bara meina þegar maður segir eitthvað, djöfull þetta gott. Já, það? Ég blóta aldrei eitthvað hardcore. Já, ekkert anskot. Nei, þú veist, hún segir að, þú veist, henni finnst ég ekki að segja, til dæmis djöfull þetta gott. En ég má segja að ég sé að gera allan anskotan. Fattaru? Máttu segja það, já? Já, það er ok, er þetta ekki svolítið flókið að vita? Það er útnáttúrulega uppeldi, þetta er 27 ára uppeldi kannski sem að þú þekkir reglurnar núna, loksins. Já, sko, þú veist, ég er samt ekki viðkvæm fyrir því ég blóti heima, sko. Þar tala ég mjög... Það er bara ekki útvarpi. Já, ekki útvarpi. Það eru börn að hlusta. Já, það eru börn að hlusta og ég bara, við öll börnin hérna heima vil ég segja takk fyrir að stilla inn. Já, veit. En ertu orðinn káeringur þegar þú fluttir í Vesturbæ? Ég mun aldrei vera káeringur. Ok. En ég er þróttari sem að þróttur uppálega káar fátækamannsins. Já, er það? Mér skilst það hafa verið nokkru verkamenn sem hafa bara stopnað þrótt. Og höfðu ekki í Vesturbænum. Hann bara stopnaður á ægisíðunni, sko. Já. Einhverju svona sem voru með einhverju dorgarar, svona kalla sem voru að dorga og bara stopna íþróttafélag. Já. Og þannig að þú veist, það er minnisvarðið meira að segja í þróttari á ægisíðunni og við litla káttinu káeringa þannig að ég er þróttari Stýttur einhverjum lélugum káeringum þar Já, það er mitt en svo en syni mínir, tveir sem búa núna við hliðan á káerheimilinu þeir geta alveg endað með því að vera káeringur og ég mun bara taka því eins og kallmaður Já og verður að gera það. Herðu, það er frábær þáttur framöndan. Já. Þetta segir maður nú alltaf, en hann er svo sannarlega góður í dag. Já. Við erum að fara að við erum að fara að heyra í Aroni Pálmasyni, handbolta legendi, sem er orðinn þýskur meistari. Ekki Aroni Pálma? Nei, þó að það væri nú líka mjög gaman. Já, það er tilefni til, já. Það er kannski svolítið öðruvísi viðtal. Já, öðruvísi viðtal, já. En við ætlum að hringja hann svona einhvern tímann 5-leitið. Og svo erum við með, sko, þetta er svolítið sérstætt, á mánudagum erum við oft með netmisnotkun, hún komst ekki að síðasta mánudag. Hver var með þið þá? Þá voru Friðrik Dór og Fannar úr hraðfréttum með mér. Já, ég veit að ég var að hlusta, ég veit að. Já. Hérna, þannig að við eigum hann eftir og hitaklefana, því að náttúrulega þátturum fjall niður í gær. Já. Þetta tvennt verður í dag. Já. Og Geir Ólafsson náttúrulega hitaklefanum hjá okkur. Já. Svo gerðir þú heldur betur skemmtilegt tíma þetta sem að við skulum nú bara kynna fyrir hlustendum á eftir. Þannig eftir svo fáum við gesti. Já, svo fáum við gesti. Já, Magga Sama vaxtaræktarkappa. Já. En tónlistin, hún er á sínum stað. Hún ættir ekki bíða til sér. Þetta lag er í miklu uppáhaldi hjá mér núna. Ég er á algjör FM nakið. Þetta er Starship. Það er sumafílingur í þessu, Nicki Minaj með lagið Starship. Björn Bragi með ykkur og Sóli er gestastjórnandi dagsins og við erum farnir í slúðurpakka dagsins. Ertu ready í það? Ég er tilbúinn. Er það ekki? Jú. Lestu mikið svona slúður af frægu fólki? Sko, ég fer oft inn á The Sun og les þar. En ég er ekki farin á aðra miðla og ég lesi þetta eiginlega ekki mikið á íslensku síðum. Nei. Það er svona, ég les svona efsta hausin á The Sun, það sem eru svona headlineið þar. Já, viltu fá svona furðufrétt, svona Sun er svolítið í eitthvað svona, þú veist, kona var 300 kíló á handleggina sér, eða eitthvað svona? Nei. Ertu með þannig eða? Nei, ég er ekki... Getur þú að redda þig? Ég er ekki mikið fyrir það. Ég veist að, jú, ég hlusta alveg á það og svona, en ég gef ekki mikið fyrir það. Nei, en ég er bara með slúður af fallegu og frægu fólki. Og ég ætla að byrja á vinum okkar, hjónunum David og Victoria Beckham. En þau voru á leik í Los Angeles, Lakers leik, og þau voru eitthvað að kela, eða kissast á það sem þau sátu. Og svo er svona kiss cam sem að, þú veist, svona myndavél sem að fer á milli og gómar svona pör sem er að kissast í grátinu. Og þau lentu í the kiss cam og eru mjög vandræðaleg. Já, það ekki? Jú. En gáttu þið einhvern veginn ekki gert ráð fyrir því? Svona, ok, gæina myndavélinu bara, ok, hvort er til að taka mynda að feita pærunu á 50. bekk eða David Beckham og Victoria, hérna neðst? Á fremsta bekk. Já, nei, þú veist, þetta er no-brainer, þannig að ég held að svona, þau ætti ekki þurfa að vera vandræðaleg. Nei, er þetta ekki líka svolítið svona, þau hefðu alveg ótt að búast við svo, ég meina, þau að kissast einhver starf, þið vita nú alveg allir að horfa, sko. Já. En hann líka hlópar öllu saman, en hún, Victoria, var nú vandræðaleg. En hún hlæra náttúrulega ekki, held ég. Nei, ég held hún hlæja aldrei. Nei. Hvernig heldur hún hafi brugðist við þegar börnin fættust? Heldur hún hafi orðið, þú veist, ég heldur hún hafi ekki sýnt neins svipbrigði, sko, þegar hún fekk börnin í fangið. Nei. Þetta er svona oft sem að menn verða meiri þá. Já, ég held að Victoria Beckham þoli það líka. Já. Og hún bara kipir sér ekkert upp. Nei, þetta er bara, hún bara, ok, fokk maður, ég bætta mig 500 grömmum, ég verð að fara að henda mér í eitthvað gott sítt núna. Þú farið í spinningtíma bara sama kvöld. Já, örugglega. Pilates. Já.
Herðu, svo það talandi eignast börn. Jessica Simpson var að eignast stúlku. Söng og leikkonan. Hún hún annarkvort? Hún ekki bara að gera ekkert? Hvorugt held ég núna. Já, allavega. Hún var að eignast barn og það var stúlka og hún hefur fengið nafnið Maxwell Drew Johnson. En faðirinn NFL-leikmaðurinn Eric Johnson. Já. Við mennum bara alltaf mikið með þetta. Já, frábært. Og hún náttúrulega, hún var búin að missa sig svolítið í steikt fried chicken. Já. Ég sá það eitthvað við, ég segist ekki fylgja með slúðri, svo ég búin að vera að sjá til dæmis á E-Channel. Það eru viðtöl við hana sem hún bara borðar ostaköku og fried chicken í öll mál. En það hefur hún, það er svona, hún ekki alveg kannski bætt þess aðeins meiru heldur en Victoria. Já, ég er svo ánægður hvað þú ert mjög vel inn í slúðrunni í dag Friðrik Dór sem var á mánudaginn, hann gæti bara botnað allt slúðrið. Já, hann vissi allt. Já, ég sagði kannski bara Jessica Simpson og þá sagði, já, hann búin að stúlku. Já, það þannig, hann hefur beðið ennþá betri. Já, akkurat, hann frábær. Þannig að þú veist, ok, ég ætla að prófa það núna. Ég er með frétt Mílu Kunis, hún að deyta gaur, veistu hver það er? Aston Kutcher. Rétt, mjög gott. Það er rétt. Þetta nú svo sem ekkert merkileg frétt nema bara þau eru alltaf að sjást meira og meira saman og þau hafa verið að neita því að séu saman en þau eru alltaf að sjást saman. En var hann ekkert með Bad Girl Riri eða var það bara eitthvað kjaftaði? Hann sást með henni. Bad Girl Riri? Riri. Er það talað um Ríanu? Já. Það er neitt á Instagram. Bad Girl Riri. Já. En ég menna þú veist, fólk sést nú saman. Við erum saman í stúdíu. Við erum saman, já, og við getum vel sagt að það er ekkert í gangi mitt okkar. Já, það er bara þannig. Við viljum taka fram að það er ekkert í gangi hérna á mitt okkar. Nei, ekki nema bara, þú veist, við náttúrulega sko. Já, ef við myndum taka þetta svolítið fram meira, þá myndur við fara að spinna sögur. Það myndi allir halda, já. Já. Svona, við erum nú bara að vinna hérna saman, sko. Já. Herðu, svo það Khloe Kardashian. Það er feita, stóra. Ég þekki það ekki. Jú, ég held það. Sko, það eru Kim, Khloe og hvað heitir hinn? Courtney, já, Courtney er... Svo held ég 2 viðbót, sko. Khloe er þessi sem O.J. Simpson átti að vera pappinn. Er það? Já, það er Khloe. En hún er ekkert feit, hún er bara stór, miklu stærri en hinnar. Já, ekki vera með þetta. Nei, akkurat. Herru, Khloe og Lamar Odom hafa ákveðið að draga sig í hlé frá sjónvarpi. Enda körfuboltaferill kappans í hættu. Hann er núna búinn að vera bara einhver svona veruleika þátt að dræsa. Er einhver hvítur maður sem heitir Lamar? Það er mjög aðtilsum. Er það til? En eiga þeir ekki allar þeltökka menn? Jú, núna. Kim er allavega... Hún er með Kanye. 80% þeltökk ratio. Hún á ekki þeltökkan held ég, hún Courtney sem á 2 börn. Nei, ok. Hún er með einhvern svona sem er svona dökkur, tall, dark and handsome, minni mig, en hann er ekki sem sagt af afrískum uppruna. Nei, en Kim er með svona 4 af hverjum 5 að meðaltali, held ég, eru þeltökkir hjá henni. Já, hún er það sannast máltæki sem ég ætla ekki að segja varandi hana, sko. Já, það sannast þið fornkveðna. Já, þið fornkveðna, hún sannar það. Herru, þetta var slúðurpakki dagsins og ég þakka þér fyrir hvað þú varst vel upplýstur. Já, þakka fyrir. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Viltu slá þig í kaffitímanum? Vísir kynnir samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Þú búinn að kaupa bláa naglann? Öllum þeim sem hafa keypt bláa naglann gefst nú tækifæri til að sýna samstöðu með því að negla naglann sinn á sérstakann planka sem staðsettur í Kringlunni. Styrktu verðugt málefni og neldu naglann. Allar upplýsingar á blái-naglinn.is. Dílar.is í dag. Miði á bestu útihátíðina 2012 á aðeins 5.250 í stað 10.500. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. Nýtt í bíó, The Raid. 20 sérsveitamenn, einn magðarlaus glæpafóringi og 30 hæðir af stanslausri spennu. Ein besta spennumynd síðari ára sem hefur fengið lof gagnrýnenda allan heim. The Raid, sýnd í Laugarásbíói. Sýndu dælulykilinn og þú fær 20% afslátt hjá bónstöðinni Borgartúni. Atlandsolía. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia. Lakkerol slættir úr rullunum.
FM 95 Blö. Á FM 95. FM 95 með Birni Braga og Sóla og við erum svona að taka fyrir núna, sko, það vantar netmisnotkun sem var ekki hérna á mánudaginn og við ætlum að fara í hana núna. Já, við erum bara að vinna upp að sem að komst ekki fyrir þá. Já. Hvað var svona mikið í gangi þá? Var bara svona mikið gott flæði á spjallinu hjá okkur? Það var bara svo gott flæði, sko, það bara glemdist. Já, já. Og svo náttúrulega var engin þáttur í gær, þannig að hitaklefin líka í dag. Já, og svo erum við með Good Shit Simat og Maggi Sam Vaxtarættakappi kemur eftir og svo ætlum við að sjálfsögða að hringi í Aron Pálmarsson, þannig að það er nóg framundan en það er komið að netmisnotkun ég er að lenda í Efnisnotkun Herðu, ég er að lenda í, sko, Öddi getur ekki sagt þetta orð Nei, þetta er vá Netmisnotkun, þetta er hræðilegt orð Prófa að segja hratt Netmisnotkun Já Ég er leikari, þannig að... Já, það var gott þarna. Nei, Öddi getur ekki sagt þetta hratt, sko. Nú er ég komin í sætið hans, sko. Já, þegar þú sittur þarna er þetta ekki hægt. Já, það er bara þannig. Já, hot seat. Herðu, það er stjarnadagsins, í netmisnotkuninni er Logi Geirsson. Já. En við ætlum að hita upp með einum laufléttum frá Óli Geir. Fastagesti, já, akkurat. Fastagesti í þessum lið. Óli Geir segir mánudaginn, það eru margar hindranir í þessu ljúfa lífi. Þú þarf bara að finna leiðir fram hjá þeim, ekki gefast upp. Nákvæmlega. Fær 24 like og komment, þú ert Gandhi Íslands, Óli Geir. Rándýrt. Já, einmitt. Akkurat, þetta er rándýrt. En þá skulum við bjóða stjörnu netmisnotkunnarinnar í dag, já. Á svið, Loga Geirsson. Já. Sko, það snýst eiginlega allt mat hjá Loga. Já, hann er greinilega hættur að æfa, hættur í handbolta. Já, en sko... Þetta er reynda svolítið mikið kjöt. Já, hann er að kjöta sig ekki, sko. Sko, hérna til dæmis, ef við tökum bara það sem er búið að gerast í dag, hérna er 4 hours ago, eða fyrir einhverjum 5 tímum, þá hérna spyr hann, hvar fæ ég 300 grama medium rare steak í hádeginu í 101? Er einhver hérna sem getur mælt með einhverjum stað? Ætla að taka litla guttan með og leyfa honum að fá fyrstu alvöru steikina. Svo 2 tímum setna, þá póstar nokkrum myndum, þá var hann greinlega fundið sér einhvern stað, 400 grama medium rare og laugavegur með syninum. Hann benti glugga á Gínu og sagði, mamma, já, mamman sé í góðu formi og er að fara að spila með landsliðin í maí. Have a nice one, folks. Já, hann ætlaði að leita 300 grömmum en hann endaði 400. Já, ég vona bara að barnið hafi ekki getið heil 400 grömm af kjöti, sko. Nei, vá. Er það ekki bara hættulegt fyrir það? Jó, örugglega, sko. Hann er með myndasteikina þarna, já. Þú veist, 400 gramma steik er svona 10% af bara þyngd drengsins, sko. Já, ég meina, já, ég á barn núna, sem að er... Þú ert ekki að gefa því 400 gramma steikur? Nei, ég fer aldrei í það mikið, sko. Hann er 8 vikna, hann er svona 4 kíló, þetta var 10%. Já. Eitthvað sliðis. Já, nákvæmlega. Kannski er það meira, ég veit ekki hvernig það þungur. En svo er nefnilega, sko, svo er hann meðalveg, hann postar myndum af þessu á Instagram og ég er náttúrulega, hann þekkir alla samfélagsmiðlana. Já. Það er semst mynd af krakkanum að skoða matseilinn og krakkanum fyrir utan og svo er mynd af matnum sem Logi borðaði. Já. Og það er hann meðalveg bara risasteik, kartöflu með öllu, sósu. Já, þetta er bernes, heldur það ekki? Jú, skála frönskum og tómt glas sem var líklega bjóri í, þannig að sko... Já, hann verður fullur með étandi steik með barni á laugaveginum. Ég segi það ekki alveg, en hann hefur fengið sér bjór með þessu öllu saman. Íþróttamaðurinn. Við erum að tala alveg 2000 kalóri í máltíð. Já, vá. En ef þú tekur næsta... Já, það er svolítið skemmtilegt. Það er, kannski kemur fólk ekki óvart, en hann er þá að tala mat líka. Já. Grillaði áðan 4. daginn í röð. Ætlaði hendi með einum kaffibolla, taka nokkur grip á garminn og henda mér svo út að æfa klukkan 22 í skólarhreisti græjunum í Keflavík. Það er að kveikna neisti hjá mér sem ég man síðast eftir 2003. Þegar ég hugsa tilbaka, þá var ég að vakna á nóttunni að fara út og hlaupa þegar metnaðurinn var hvað mestur. Eins og Þjóðverinn kendi mér, af engu verður ekkert. Make a difference. Sagði Þjóðverinn örugglega. Menn ekki meðalmennsku og aumingiskap. Já. Það er bara svo leiðis. Rándýr status. Og grip á garminn, þá er hann að tala um gítar. Ég ætla að vona að ég ekki tala um konuna. Já, þannig að hann er semst bara, grillaði 4 daginn í röð. Já, þetta er gott. Ég vona að sé að fara varlega í kolvetnin með þessu. Já, ég vona það líka. Hann er alltaf verið veikur fyrir þeim. Já, herrið, svo er hérna svona, hvað ég var að segja, svona heilræði sem hann kemur með fyrir þjóðina. Falleg orð. Fólk minnist ef til vill ekki orða þinna, en það gleymir ekki því hvernig þú komst fram við það. Hrósið, bjóði góðan daginn og sjáuð hvað gerist. Nýtt vídeo á leiðinni sem ég er að fara að setja hér inn á næstu dögum og mun eflaust snerta mörg ykkar. Jákvæðinni er orð dagsins hjá mér og gangi ykkur nú öllum vel í því sem þið eru að gera. Discipline is the bridge between goals and accomplishments. Hann fær samt ekki nema 13 like á þetta. Nei,
akkurat, ég mjög hissa því. Já, það ekki, sko, 13 like frekar lítið þegar 5.000 vinni, sko, eins og hann. Það mjög lélegt hlutfall, svo tölum í hlutfalli við steikina og þyngdina á baðina, sko, það var þetta alveg. Þetta mjög lélegt. Með hvað hann að rífa sér hjarta þarna og að fara að bóða nýtt vídeo og annað, sko. Ég held að sé málið. Ég held að þetta sé á langur status. Já, það góð punktur, sko. Hann sko nefnilega, hann hefði mögulegt að skrifa bara Discipline is the bridge between goals and accomplishments. Það svona 5-faldalækin allavega. Já, þá hefðu við líklega verið þarna í cirka 65 lækum. Já. Í staðinn eru þið 13. En en það svo gott líka þegar að eiga svona menn eins og hann og Hemma Gunn og Herbert sem að sitja heima hjá sér, kveikja tölvun og finna hjá sér. Herru, ég þarf að koma með eitthvað boðskap á Facebook núna. Já, Kristmundur Axel líka. Já, hann ekki mikið þessu. Hann svolítið í þessu. Já. Hann svona ungur hemmi. Hann ungur hemmi, já, akkurat. En svo við höldum að hann með Loga, þá svo postar hann mynd hérna. Þetta nú aðeins eldra, þetta frá því 20. apríl. Þá hann búinn að mála logoið sitt á vegginn heima hjá sér. Þetta heima hjá honum? Já, það ekki? Já. Þetta allavega yfir sófanum, jú, þetta heima hjá honum. Hann með sitt eigið logo, LG. Sko, ég reyndar, honum til varnar, þá svona vassgræna við hliðan á sófanum. Já. Þetta vallað heima hjá honum, það? Jú. Hann í alvöru talar? Sko, ég veit ekki, Ég verð að fara að setja Sólohólm logoð á vegginn heima. Inn í íbúðinni. SH. Ég bara búið til eitthvað gott logo. Svo kommentar Einar Bárðar svo, nei, Logi Industries taking over the world. Og Logi segir, þú þetta að sjá þetta logo víða á næstunni. Blikall. Já, þeir eru náttúrulega vinir. Góði vinir. Já, og hafa verið að æfa og kannski þeir hafa einhvern tíma fengið sér steik saman líka. Já, það kemur alls ekki á. Við þurfum að komast aðeins hvort þetta sé heima hjá honum. Ég held að þetta sé heima. Ég tippa á þetta sé eitthvað Logi Industries bara í einhverju iðnaðarhúsnaði í Keflavík. Ég tippa á það, en þú veist, ef þetta er heima hjá honum, þá það bara frábært. Já, og ég sko það eiginlega dýran sem eitthvað vasthang heima hjá sér. Og líka hugsaði bara, ef þú ert að búa til eitthvað vörumerki, það ekki svona ágætis mælikvarði, ef þú vilt ekki hampa vörumerkjunni heima hjá þér, akkur eftir þú vilja hampa því annar staðar. Nákvæmlega. Men ég held að herra McDonald, hann pottitt með logoð einhverstaðar heima hjá sér. Hann með trúð inn í herbygginu. Já, akkurat. Heldur betur, svo Logi, hann heldur áfram, veit einhverjum bíómynd sem gefur manni motivation og má líka skilja eitthvað eftir sig. Og þar koma nokkur með hugmyndir. Coach Carter, Pay It Forward, Pumping Iron, The Blind Side, Rocky. Nú, svo Þetta svo gott við hann líka, hann óhræddur við að gefa hvatningu og inspiration. En ekki feimur við að þykja. Ekki feimur við að kalla eftir hann og þykjana, akkurat. Það það sem ég kann að meta. Já, heldur betur. Svo eru fleiri grillmyndir, sko. Þú veist, alltaf þegar hann grillar, sko, hérna hann reyndar að grilla, sko, líklega fyrir alla þarna á Vogum á Vatnsleysuströnd. Já, ég vona það. Ekki nema að búið Einar í mat. Já, af því að Einar kommentar með þann undir bara verið að grilla handborgara og skrifar ha. Já, það sem hann að meina, sko, þetta að því að Logi sko handboltamaður. Já, ég skil. Það sko H-A-M-B. Já. Hann skiptir út, sem sagt, N-D. Skilurðu? Það sem hann að meina, sko. Eins og handboltamenn grilli handborgara. Já, það sem að, þú kannski áttaði ekki á því. Ég nefnilega hélt að Logi væri hamboltamaður. Já, akkurat. Þess vegna fannst mér, sko, þess vegna skildi ég brandarann. Nei, akkurat, það sem ég kannski þetta útskýra fyrir þér, að það skrifað svona, sko. Já, Logi svarar hæl, þetta bara lamb, gamli minn, gott fyrir æfingunni fyrirmálið, klár 7.45. Veistu að það eitt sem að vera að rósa Einar Bárðarsyni fyrir, að ég fylgist með honum mikið á Instagram, hann hjólandi eins og geðsjúklingur. Hann með þvílíka racergræju, trekkgræju, sem að hann bara, ég hjóli bara milli Reykjavíkur og Keflavíkur, Njarðvíkur eða hvað sem hann býr. Já. Alla daga, sko. Hann bara búinn að taka þvílíkt í gegn. Það kalla ég gott, við fögnum því að fólk sé að hreyfa sig. Algjörlega. En þetta var netmisnotkun dagsins. Já. Og nú komið að góðum vinn okkar Friðriki Dór. Hvað er þetta lag? Þetta heitir Kveikjum nýjan eld. Þetta er skátalag. Grillum. Björn með Birni Braga og Sólahólm í dag, en þar sem það var engin þáttur í gær á þriðjudegi þá féll hitaklefinn að sjálfsögðu niður þá og þess vegna ætlum við að taka hann í dag og við hringdum í Geir Ólafsson. Já, það var gaman að gera þetta. Það var mjög skemmtilegt. Það var komið tíma á hann líka. Geir Ólafs? Já.
Já, ég meina þetta er hérna maður sem að baða sig í sviðsljósinu og hann þarf bara að svara fyrir ýmislegt. Já, það ýmislegt sem að Geir þarf að svara fyrir. Heldur betur og við líka, það er svo gaman að geta hringt í menn og bara, þú veist, það er ekkert kjaftaði í gangi, þú bara færð þín svör. Já, þetta er nefnilega svolítið góð svona viðtalstækni í Hitaklefinn, sko, að bara bomba spurningum á menn. Já, þetta er Helgi Seljan, hann notar þetta og þetta er það sem hann gerir. Já, hann öskrar kannski ekki, Nei, hann öskrar ekki, nei. En annars er þetta svolítið svona, já. Hann er bara, hann bjóði þessu aðferð til. Já, nákvæmlega. Herru, þá ætlum við bara að vinda okkur í Hitaklefa dagsins. Þetta er Geir Ólafsson sem svarar. Já. Geir Ólafsson. Já. Góður sæll og verður velkomin í Hitaklefa dagsins. Já, góðan daginn. Akkur er þetta barnaplatan sem þú gafst út, amma er best! Já, amma er best. Hefur mamma henn gert þér eitthvað? Alls ekki. Akkur er hún ekki best? Hún er langt best. En pappin! Læka. Það voru 2 lög á plötunni sem heita Gaggagú. Ert þú Gaggagú? Hún er verið að lengi. Ertu á lausu? Já, hvað heldur þú maður? Hvernig er draumaprinsessan? Hún er falleg. Er hún eins og amma þín? Næstu því. Hvernig leiðir þegar tónlistagagnrýnandi skrifaði ekki meir, Geir? Leiða rosalega vel með, aldrei leiða. Kemur alltaf meir, Geir! Kemur alltaf meir. Ertu meir, Geir? Ég er nokkuð meir, já. Akkur er þetta að æfa júdó? Svo get ég lamið svo kall eins og þig. Er það til þess að geta lamið Erp Eyvindarsson? Það er þess ekki. Akkur er ekki? Af því að hann er eitthvað sem er alltaf verið að berja. Hvernig ætlað þú þá að berja? Ekki neitt. En þú sagður alltaf að berja mig, af hverju? Bara ég er svona, bara með þetta í hug. Þú átt 5.000 Facebook-vini, þekkjur þá alla? Já, nokkuð veginn svona. Hver er Aðalbjörn María Sigurðardóttir? Það er gömul vinkona. En Ædís Björk Einarsdóttir? Gömul vinkona. Hefur átt í ástarsambandi við þær? Ég man það ekki. Þú lýgur! Svaraðu! Ég líði. Hvað borgaðu Bubba fyrir að skrifa pistilöðum daginn? Ég borgaði hann með rósum. Akkur lert hann ekki fá sæng? Af því ég bara játt hann ekki til. Það er ekki nóg góð fyrir hann. Ert þú íslenski Frank Sinatra? Búin að vera lengi. En þú ert tenór! Já, já. Átakast ef hann eftir að meika erlendis! Guð lofar. Takk fyrir þetta, Geir. Úrslitaeinvíið Íslandsmeistaratitilinn heldur áfram. Þór Þorlákshöfn Grindavík í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld klukkan 19. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir. Byrjum konur inn? Já, þetta er Train og Light Drive-By. Já. Train sem að gera þarna That is back in the atmosphere. Já. Þeir eru búin að hraða sér aðeins. Já, þetta er ágætt. En hérna, Íslendingur dagsins og vikunar er Aron Pálmarsson. Ertu þann, Aron? Já. Sæll vinur, til hamingju með að vera Þýskalandsmeistari. Takk hérlega fyrir það. Innilega til hamingju. Takk. Hvað, hérna, þið voruð að rústa ykkar 29. leik af 29, er það ekki í gærkvöldi? Jú. Og hvernig er búið að vera hjá þér síðan þá? Er það bara einhverju marineringu eða? Bara bæði gaman og freka þreytt í dag. Ok. Hvernig fögnuðu þið? Við bara fórum á svona lokal staðinn hérna, restaurantinn sem heldur alltaf einhver svona partí fyrir okkur lok tímabils og svona, og það var sett upp eitthvað smá í gær en ekkert eitthvað óvalulegt, þetta er náttúrulega stór helgi framöndan. Varstu hauslaus, ekki hauslaus eins og þetta eitthvað? Nei, það mátti ekki alveg vera hauslaus, það hefði verið illa liðið. Þannig að þú farið í blackout klukkan 2 í staðin fyrir 11. Já, það kom aðeins fyrir núna. Kannski smá freyðivín svona. En hvað séu, stór helgi framöndan? Hvað er í gangi? Það er Final Four í Hamburg í byggarnum. Það er byggarinn, já? Já. Byggarinn, það var meistardeildin í lókmánaðar. Já. Er ekki leiðilegt, þú veist, að vera bara eitthvað að vinna Þýskalandsmeistaratitilinn og vera í meistaradeildin og í þýska byggarnum og geta unnið þrennuna? Jú, það er freka þreytt, sko. Er það ekki erfitt? Ég myndi að þetta er alveg glata. Hugsaður ekki stundum, af hverju er ég að lendi í þessu, af hverju þarf ég að takast á við, af hverju get ég ekki bara verið heima, bara í, þú veist, Háskóla Íslands, bara í, þú veist, vesenast þar eitthvað? Já, jú, nákvæmlega, stundum hugsa ég líka, af hverju er ekki bara einhver öðru liði, bara í róleitum. Já, nákvæmlega. Þetta getur verið þreytt bara stundum að vera alltaf bestum allir titla, skilji. Ég veit að geta líka hvað er komið sem medalí í rusli fyrir allir. Já, nákvæmlega. Fyrir utan það, sko. Já. Fyrir utan það, þetta er bara vesen, sko. Já. En af hverju eru þið svona lang bestir þarna? Er þetta allt bara bestu handbóltamenn í heimi sem eru þarna í liðinu, eða?
Já, við erum náttúrulega með mjög sterkt lið og við fyrra voru nefnilega, af hverju vinnum ekki fyrra var að því að við vorum fenguð til okkar að breytist aðeins ópenum frá því fyrir 2 árum. Já. En svo heldum við öllum mannskapnum núna og það er bara búin að stilla okkur almennilega saman og hérna með meiðsli líka í vetur, það er engin svona alvarleg meiðsli búin að vera og þá er, já, eins og hefur sést, mjög erfitt að stoppa okkur. Já. Þannig að það var engin einhver svona eitt lélugur sem þið losið ykkur við fyrir tímabili núna? Nei, það var engin svona svarti söður sem að henda. En er engin eitt sem er ógeðslega leiðilegur svona? Þú veist, þú ert ekki að nefna á nafn, skilur, en þú veist, sem ekki eitt góður en hann er bara ógeðslega leiðilegur. Jú. Það er eitt svoleiðis. Ég held að viti það líka alveg mjög margir hver það er. Já. Sem að fylgjast eitthvað með handbolta. Okay. Ég get ekki sagt að hakan á mér í gólfinu því að einhver þjóðveri sé leiðilegur. Nei, hann er ekki þjóðveri. Já, ok, það er búið að þrengja hringinn. Það þrengja hringinn, hann er markmaður og við erum bara með 2. Og er hinn þýskur? Já, annar er skvíi og það er ekki hann. Hvað? Getur okkur hann svo leiðilegur? Nei, ég segi svona, bara hann er arrogant en má hann nú ekki hafa efnaði. En svona meiri fáiði kannski, heldur hann leiðilegur? Já, meiri svona fáiði. Já, akkurat. En byrjuð, sísonu er búið en það er samt heldur betur ekki búið. Það er bara... 5 leikir eftir, samt þeir eru búin að vinna. 5 leikir eftir en við eigum 11 stig á næsta lið. Já. Þannig að þeir geta ekki náða okkur. Nei. Það held ég nú. Sko, ef þið vinnið þessa þrennu, þarftu þá ekki bara að leggja skóna á hilluna eftir það? Nei, það er nefnilega máli. Það er nefnilega svo gaman að reyna svo að gera þetta aftur, skilur. Eins og fólk talaði við mig eftir fyrsta árum þegar við unnum Champions League og deildina, hvort þetta verður ekki bara að vera 15 ára. Já. En svo það er náttúrulega ennþá meira challenge að ná því aftur næsta ár, sko. Já. En svo erum við náttúrulega ekki búin að vinna þessa þrennu, það er náttúrulega langt í frá, þannig að... Já. Og svo náttúrulega líka getur þitt hlutverk alltaf orðið stærra eða ekki? Jú, heldur betur. Já. Nákvæmlega. Hvað er starra búin að raðin að meðaltali núna í vetur? Það er ekki mikið. Nei, ertu ekki að fá nómarga mínútur hjá Gísla sinni eða? Jú, ég er alveg að spila helling. Það er bara, ég er með svona grjótkastara með mér sem maður finnst ekki skemmtilegur en að klá marki og það þarf einhver að vera heilin í liðinu. Já, einmitt. Nákvæmlega. Það er ekkit auðvelt að vera heilin. Nei, nákvæmlega. Vart verður en það. Muni eftir heilanum í Turtles sem var bara heili í svona formalínu. Já. Þú ert svolítið einu og hann, Aron. Ég er nefnilega hann, sko. Hann er bara í formalínu á bekknum og hugsar bara. En hvað ertu svona að gera þann út í Þýskalandi á daginn? Er gaman að búa í Þýskalandi? Já, kannski ekki draumalandi en það er allt í lagi. Svo er svona... Það er bara líka svo mikið að gera, náttúrulega, svo komin aðan, maður er þannig liði að við erum allstaðar í öllum keppnum alltaf alveg til enda og erum að spila 3-4 daga fresti og þá fer bara tíminn í það á milli leikja, æfa og meðhöndlun og bara hugsa sjálfan sig, sko. Og svo bara vera á Facebook? Já, heldur betur, og hlusta á FM 95 blöð, maður. Já, ertu ekki að hlusta á þáttinn á netinu? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, tjöfellir Jóna með það. Þú verður að hlusta... Já, þú verður að lækka í útvarpinu núna því að... Hann er ekki með sög, því ég er ekki grínast. Þú verður hringt inn í Reykjavík síðdeis. Já, ertu svolítið að hringi í Reykjavík síðdeis líka á röfla? Ég hringi líka stundum þegar Hjörn er hjá hann og er að duði við veðrinu og eitthvað. Já, ekki. Það er blöðan. Nákvæmlega, þú verður heldur betur að hlusta hérna á eftir þegar Sóli var að hringja í hérna sem Herbert Guðmundsson í Vestlanir og... Bara rætta spónsi. Í mjög skemmtilegt síma sem er hérna eftir, sko. Þú ert ekki ímyndið mér að þú sétt svolítið harður Herberts maður, eða ekki? Jú, ég dýrkan. Já, Herb. Hvað er uppáhalds heppalæðið þitt? Það er þarna... Time. Já, nákvæmlega, ég samanlæðir. Sóli, hvað er með tóndæmi? Það er bara svona, þú búinn þeir að heyra það sungið eftir í símarreiknum mjög oft. Nice. Já, það er bara mjög nice. Hvað tekur svo við í sumar hjá þér þegar þeir eru búin að klára þessa þrennu vonandi? Herðu, það er... Bara úrlingavinnan? Já, ég fekk aftur að vera aftur skóla og... Já. Það er þjálfað þar. Nei, ég fæ nú bara 16 dagar sumarfrí. Ok.
þar sem við erum að spila 2 kvalileiki með landsliðinu móti Hollandi og svo erum við náttúrulega undirbúningu fyrir Ólympíuleikana en maður ætlar að nýta þetta frí samt aðeins. Já. Á að fara til Dubai eða? Nei, ég ætla að fara til Vegas. Nice. Vegas? Já. Þeir sletta skýrunni sem eiga það maður. Ætlar ekkert að koma heim eða? Jú, ég kem heim 3. júní og svo ég heima, ég fer einhvern tímann í júní í viku þangað og svo ég heima eða allt sumarið út af undirbúningu fyrir Ólympíuleikana. Þú ertu bara að fara einn til Vegas bara í grænu túristavesti með að skoða bæklinga eitthvað? Já, og svona veskju mitt. Já, er það ekki bara þannig? Nei, ég nú bara að fara með tveimur vinum mínum. Já. Það verður sennilega ekki leiðilegt. Nei, það hljómar alveg umulega ekki. Jú, ég skil ekki þér að fara ekki til Danmörku frekar maður. Já, keyra þetta yfir í klukkutíma yfir Danmörku. Taka köpun maður, detta á Samspara og taka nokkuð lög í karaoke. Já, nákvæmlega. Og fá sér mat með kúariðu þarna sem í klukkanum á Samspar. Já, akkurat. Heyrðu Aron, það var gott að heyri þér og gangi þér sem allra best í leikunum sem eru framöndan. Takk að kella verið það. Heyrðu það hvað, þið eru komnir í úrslit í meistaradeildina eða hvað? Nei, undan. Undan? Já, við erum í Final Four helginni í kvöld. Það er meistaradeildin? Já. Já. Svona fylgist maður vel með. Ég er að tala um Valtý Björn. Við viltu ekki skila endilega kveðu til hans því hann átti afmæli í gær? Jú, heyrðu, ég skila... Valtýr var 30 í gær. Bara 30 í gær? Já. Hann er fættur 82. Þannig að við skilum þessari innihaldsmiklu kveðju til Valtýs Björns. Hafa það gott og gangi þér ótrúlega vel í þessum leikjum. Ég efast ekki að þið eftir að byrja sigur úr bítum. Já, takk hérlega fyrir það. Farðu vel með heilan. Ok, bye. Eftir ætlum við að spila fyrir ykkur mögnuð símaðut sem við gerðum í nafni Herberts Guðmundssonar en það er eftir örstuð skilaboð. Magasín, virkamótna klukkan 7. 1, 2 Virkamótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Fylgstu með úrslitakeppninni í N1 deildinni á Vísi. Umfjöllun og viðtöl við leikmenn og þjálfara liðana strax eftir leik. Fylgstu með í íþróttum og í sjónvarpinu á Vísi. Taktu flýð, það er krónutilboð hjá Flugfélagi Íslands. FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Labyrinth. Í FM 95 Bjö, þetta er nú eitt af lögum síðast árs. En Sólmundur Hólm, það er komið að mjög skemmtilegum lið hjá okkur, sem er símat. Já. Viltu útskýra fyrir hlustendum hvað við gerum? Já, sko, kannski fara aðeins aftar. Síðast þegar ég var hérna með þér, þá tók ég Bjarna Fel og ringdi Sundlaugarnar og það var huge hit. Já, það var mjög skemmtilegt. Það var ringdur sem Bjarni Fel og varst meðal hans að leita sundskíluninni, sko. Já, öskraði mig í gegnum það. Fyrir þá sem að þekki ekki til, þá er Sóli mjög góð eftirherma og Bjarni Fel er ein af hans bestu og Herbert Guðmundsson, tónlistarmaður, tónlistarlegend. Akkurat, þannig að ég ákvaði að fara nýja leið, eða þú reyndar ítti mér út í þetta. Já, plataði út í þessu vitleysu. Plataði í þessu vitleysu, það er alltaf að gera það. Já. Og það er, sem sagt, ég ætla, pælingin sem að þú lagðir upp fyrir mig, er svo að, Herbert sé að ringja og reyna að fá fría hluti út af það að vera Herbert Guðmundsson. Og ég ætlaði að nýta með það að Herbert er á hápunkt í sínu lífi, sem hann segir, þú veist, er á einn á frábæru tónlist með frábæru fólki og Skulli Brímir og tromma og allt þetta, sko. Og ég er á andlegum, líkamlegum og tónlistunum hápunkti. Þetta eru allt punktar sem ég ætla að koma að til þess að geta selt það að það veri hagur fyrirtækja að gefa Herberti hluti gegn því að hann myndi auglýsa þá. Ok, og við ætlum að byrja á að spila þegar þú hringdir í 17. Já. Gallerí 17. Já, góðan daginn. Daginn. Herðu, ég heiti Herbert. Sæll. Þú vekkir mig kannski Herbert Guðmundsson? Jú, kannast eitthvað við það. Akkurat, heyrðu,
Yes. Ég var að spá hvort að ég geti gert eitthvað svona samning við ykkur upp á fatnað. Því að sko ég náttúrulega er tölvöld mikið í fjölmiðlum. Ég skil þig. Og þannig. Eru það að gera eitthvað svona samninga við einstaklinga þar sem maður segir kannski að maður sé í fötum frá ykkur? Já, ég skil þig. Allt svona fyrir gegnum skrifstofuna því við erum það stórt fyrirtæki að í rauninni við ákveðum ekkert svona, en það hefur verið. Já, ég er nefnilega búin að spá hvort að ég þurfi ekki kannski að yngja þessu upp á lúkju, skilur. Ég skil þig. Það er búin að vera í svörtum jakkafutum og svörtum ból núna allt og lengi og prófa eitthvað nýtt. Prófa eitthvað nýtt, sko. Eru þið með einhverja skyrtur og svona sem að, einhverja liti á skyrtum og... Já, strákarnir eru með fullt af flottir, sko. Alls konar munstur og litir og eitthvað svona, þannig að það er pottið hægt að finna eitthvað. Því ég er talsett í fjölmiðlum og farið viðtöl og svona, Já, nákvæmlega. Ég var með frábæran engaþjálfara sem að, heiti Garðar Sigvaldason og þannig var ég bara með samning við hana. Ég borgaði minna að því að hver skipti sem fór í viðtal að bara tala sem er alveg rétt, skilur, ég er á algjörum hápunkt í mínu lífi. Ég er hættur, ég er náttúrulega búin að vera edrú núna í 3 ár og ég er að vinna frábæra tónlist með frábæra fólki og svo er ég að vinna með syni mínu líka og kannski þess vegna sem ég vil yngja þessu upp á svona fataspekkin og stílinn. Já, ég skil þig. Endilega hafðu bara samband í skrifstofuna okkar, það er 5, 12, 1700. Því ég held að báðir aðilar geti haft eitthvað upp úr þessu. Já, nákvæmlega. Skilur það, og ég náttúrulega myndi alltaf vera þá í fötum og eins og segja, alltaf vera að segja og með ég er að syngja, ég náttúrulega er bókaði mjög víða og jafnvel get ég sagt meðan ég var að skemmta bara, veistu hvað ég ekki flottir í tauginu? Skilji. Þetta er á 17. Já. Skilji, þú fattar alveg hvað ég á við? Já, nákvæmlega. Ég segi bara, ég var að koma 17 á hann og dressaði mig upp bara fyrir ykkur, þú skilur, maður getur svona grínast með þetta, sko. Það er hægt að leika sig með þetta, alls að Elís og mingi. Akkurat, og því að, ég meina ég heyra að þú er svona ung stelpa, þekkir þú ekki alveg tónlistunum mín aðeins? Jú, ég þekki það, Ég er líka gátt, ég er búin að gefa út nýlega og þekkir Já, nákvæmlega. Og þekkir það. Svo var ég líka með, ég var í Eurovision líka. Já, ég sá það einmitt. Já, það var, hvernig fannst þið það? Mér fannst það var skemmtilegt, sko. Já. Eitthvað svona svolítið, refreshing. Málið er að, já, einmitt, ég var að keppa Magna. Já. Hann komst áfram og hann er náttúrulega með rosalega sterkt fanbase á unga fólkinu. Já, nákvæmlega. Til að starfdæmi og svona, þá hefur hann alveg verið kannski. Nákvæmlega. En ég þarf bara að berjast þess að kalla. Já, nákvæmlega. Gefur þig? Já. Ást, eilíf ást. Þetta virkar, þetta er húkur. Já, nákvæmlega. Þetta er alveg... Þetta er skemmtilegt, en gætur þú kannski hvað heitir þú, segirðu? Ég heiti Hildur. Ok, hann ég segi bara upp á skrifstofu að þú hafir verið til í þetta. Ég er náttúrulega ræði ekki neinu, sko. Það þurfti eiginlega að tala við strákana í herradeildinni, en endilega tjekka á þessu. Það er allavega að gera bara ég segi að reyna á það. Já, ég segi allavega að þú er opið fyrir þessari hugmynd. Og þér líst vel á þetta, Já, ég er engu í herradeildinni, sko. Ég er bara í dömudeildinni. Já, ég veit. Engu tæplega ekki að dressa því þar, sko. Það er spurning hvort það sé það sem þarf. Já. Til þess að vinna Eurovision. Já, næstu sig. Ást. Og skilur. Já, nákvæmlega. Takk hella fyrir. Ég ringi upp á skrifstofu og segja að Hildur hafi gert díl um mig. Já, einmitt, þú getur reynt það. Takk fyrir. Takk. Blessuð. Þetta var helviti gott. Já, hún var bara næstu til í þetta. Já, hún var næstu til í þetta og það er svolítið gaman að setja ábyrgðina á hendina og þeim sem er að tala við þig. Ég var líka svo ánægð með hvað stuglegur að syngja brot með honum. Já, það er bara haftur að aukast í næstu klippum, sko. Næst hringdirðu í Safran. Já, þar lendi ég því að það var sem sagt starfsmaður sem talaði ekki íslensku. Já. Eða betri á ensku, þannig að... En Herbert Guðmundsson lætur það ekki stofna. Nei, hann er kosmopolitan. Heldur betur, heyrum þegar að Herbert Guðmundsson, eða Sóli Hólm sem Herbert Guðmundsson hringir í Safran. Safran Glæsibæ Jens, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég heiti Herbert Guðmundsson. Já. Og kannastu þið mig? Bara, hvað er það spurning?
Ég tónlistamaður. Já. Og ég að velta fyrir mig hvort ég geti gert eitthvað svona samning við ykkur. Fyrirgefðu, ég skilur til íslensku bara pínu lítil. Is it okay in English? Yes, but my Icelandic is much better, but I'm a musician in Iceland. Okay. I was wondering if I could maybe do some kind of deal with you. Okay. And maybe in exchange, I would, in every interview I go to and maybe on gigs, because I am at a very high point in my life now, because I just became sober 3 years ago. Stopped drinking and using drugs, so I'm in a very good place. I'm creating wonderful music with my son, and I'm working with just wonderful people. Gulli Bream is on drums, Hallis Hostens playing on bass, and Steppi Mack, the son of Mackie Eriks, the legend, he is on guitar. So I'm working with very talented people. So, and I'm also in the gym 6 times a week. Okay. Yeah, and you turn your life around, basically. Yeah, exactly. So I'm a much better role model now than I was before I got sober. Okay. And I've also converted from Buddhism to Christ, the high and mighty above. So, okay, but that's not the issue here. What I was thinking about, if I could maybe do some kind of deal, I could, in exchange, I could maybe eat sometimes for free at your place in Saffron, and instead, I would, when I'm performing and going to introduce, I would just say, I am in a very good place in my life, a very nice shape. That's all because of I eat so healthy, and Saffron is the best. It's the best, I see where restaurant in Iceland. You're talking with the wrong person, actually, because I'm only a restaurant manager, but I can give you the telephone number from the general manager. He's making this kind of decisions. Okay, but tell me, are you aware of that there's some kind of deal like this going on with some famous people in Iceland? I do know that Foodco, the company behind Saffron, is supporting athletes. Yes. I'm kind of both. I'm an athlete and also a musician, singer-songwriter. As I said, I can give you the telephone number from my boss, but you have to talk to him. Yeah, but you know who you've heard a few of my songs probably. Did you watch Eurovision? Yes, I did. Yeah. So you are familiar with my song. Ást, eilíf ást. Ást, eilíf ást. You've heard it? Yes. Yeah, and I have another hit like it's one called Time. Okay. And and one of my most favorite and most popular is a song called Can't Walk Away. Okay. If you heard it, it's there's a way every day, and the chorus is can't walk away, no. You haven't heard this one? Yeah, I have heard of it. Yeah, it's from the 80s, quite popular. Okay. But that's just a teacher. So what's your name? My name is Jens. Okay, so I will just tell the manager that Jens said that he wanted to make a deal with me. No, you don't tell this to the manager. You want to make the deal, not me, my friend. Yeah, but you're okay with it. It's not my decision to make, so. Yeah, but it might be good if I tell him that I talked to Jens and he was very excited about it. You can tell him that, yes. Yeah, so you are okay. Okay, that's great. So I'll just tell I made a deal with Jens, and you just have to finalize it. Yes. All right. So thanks a lot. What? What's his? Is it Haukur or? No, it's not Haukur. His name is Otter. Otter. Okay. His telephone number is 691. Yeah. 58. Yeah. 84. All right. I'll talk to him. So. Thanks a lot, and I appreciate it. It will do a lot for Saffron and me. Okay. The brand will be much stronger. Okay. Thank you. Have a nice day. And God bless you. Bye. Bye. Þegar slys setja strik í reikningin,
hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Þú búinn að kaupa bláa naglan? Öllum þeim sem hafa keypt bláa naglan gefst nú tækifæri til að sýna samstöðu með því að negla naglan sinn á sérstakann planka sem staðsettur í Kringlunni. Styrktu verðugt málefni og neldu naglan. Allar upplýsingar á blái-naglinn.is. Ertu búinn að nota gott kortið þitt í dag? Þú gætir unnið iPad, iPhone, iPod eða bíómiða. Kreditkort. Nýtt í bíó, The Raid. 20 sérsveitamenn, einn vægðarlaus glæpafóringi og 30 hæðir af stanslausri spennu. Ein besta spennumynd síðari ára sem hefur fengið lof gagnrýnenda allan heim. The Raid, sýnd í Laugarósbíói. Hefurðu smakkað kjúkling píri píri á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Vísindamenn okkar hjá Shell eru óþreytandi í vinnu sinni við að auka enn frekar afköst og endingu vélarinnar. Njóttu árangurs þeirra með Shell V-Power. Taktu þátt í sumarleik Lays. Við ætlum að gefa 1 stykki Lays í spa heitapott á hverjum degi frá og með 1. maí til 15. júní. Sumari einfaldlega mun gyrnilegra ef þú átt þinn eigin Lays í spa heitapott. Kannaðu málið á lays.nu og þú geti verið heppinn. Kveðja Lays Snack. FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Þetta lag alveg örugglega að fara að vinna Eurovision í þessum mánuði. Þetta enska lagið Euphoria með Loreen. En Sóli, við vorum að spila fyrir hlustendur Síma sem að við gerðum á hann, eða þú gerir á hann. Já. Og við erum hvergi hættir. Nei. Það er eitt eftir. Það er world-class. Já. Það er að ég hugsaði þetta svolítið mikið út frá Herberti sjálfum. Já. Þú veist, þetta er fyrst byrja ég á klæðinaðinum. Já. Sem hann þarf, þú veist, hann þarf að lúkka, vera flottur í tauginni, sko. Rétt. Sem hann er alltaf. Síðan var það mataræðið sem hann tekur auðvitað mjög alvarlega og ég veit að Garðar Sigvaldason, einkaþjálfarinn, sem í laugnurindar að væri nei, ég kemur setna, allavega. Garðar Sigvaldason er einkaþjálfarinn hans, hefur allavega verið það og hann ringir í hann 7 sinnum á dag og spyr hvað hann er búinn að borða. Já. Og þannig að ég vissi að safran er hollt fyrir hann. Og núna er það líkamsrækta stöð, því hann ætlar að færa sig úr sporthúsinu yfir world-class. Já, ok. Heyrum það Hebbi Gumm að ringja í world-class. World-class er eitthvað samtist um daginn. Já, góðan daginn. Er þetta world-class í Ögurhvarfi? Já. Já, góðan daginn. Herbert heiti ég, Guðmundsson. Góðan daginn. Og ég er þetta er Herbert sá eini sanni, eða líka einhver Herbert Guðmundsson, þú veist hver ég er vantanlega? Nei. Tónlistarmaður. Já, ok. Já, ég er samt búinn að var að velta fyrir mér því ég er búinn að vera aðeins sporthúsinni svona tíma. Já. Og mér langar rosalega að færa mig til ykkar af því að þetta er styttra fyrir mig að keyra og bara flotta stöðvar og svona. Ok. Er einhver möguleiki að ég geti gert eitthvað díl við ykkur að fengja að borga, sko, annarkvort fengi bara kortið frýtt að borga minna gegn því að ég myndi þá, þegar ég er að fara í viðtöl og er að spila og svona, ég segi að ég sé að æfa hjá ykkur. Já, þú finnst þá bara að tala við skrifstofun upp á að fá einhvern svona díl. Já, málið er að ég er ætla búinn að vera í rektinni hjá Garðari Sigvaldasinni, einkaþjálfara. Ok. Og alltaf þegar ég fari í öll viðtöl sem ég veri á og tala um að því ég varði edrú fyrir 3 árum síðan og tók lífið gjössalega í gegn. Ok. Og núna í dag er ég á algjörum hápunkt í mínu lífi. Ég er á líkamlegum, út af rektinni, skilurðu? Já. Andlegum og tónlistarlegum hápunkti líka. Já, frábært. Af því að mér líður bara betur og þekki að sjálf hvernig líður þú er búin að vera í ræktinni og bara úr edrú og ekki skemmi fyrir að Guði líka núna. Ég var búttist í að ég er að trúa Guði núna. Já. En þetta kannski skiptir ekki máli fyrir þetta. Það sem ég er að tala um er að þegar ef ég fara að æfa hjá ykkur í öllum viðtölum sem ég fari þá myndi ég að ég tala mikið hvað mér líður vel. Skilur þú? Og þá myndi ég að segja, og ég er í ræktinni 6 sinnum í viku í world-class Ögurhvarfi og ég er bara svo þakklátur fyrir að fá að æfa í svona frábæri stöð, skilur þú? Já, nákvæmlega. Og eins er að skemmta.
Því þar náttúrulega, þú veist, þegar ég er alveg með salinn algjörlega með mér, þá tala ég náttúrulega hvað þetta er frábært og hvað mér líður vel og hvað er æðislega og svona góða aðdáendur og þá myndi ég náttúrulega, eins og ég hef gert með sportu, þá bæti ég að ég sé í ræktinni 6 sinnum í viku og þá myndi ég breyta bara yfir í að ég er sko hættur hjá Garðari í einkaþjálfun. Ok. Það er málið. Og ég náttúrulega er, eins og þú þekkir kannski sjálf, þú þekkir eitthvað af lögunum mínum örugglega. Já. Þú þekkir fylgdu sem í Eurovision núna? Nei. Nei, ég var með lag í undankeppni sem komst því miður ekki áfram. Ég held að sé að því að Magni á með mér í þætti. Já, ok, hvað lag var það? Ást, eilíf ást, ást, eilíf ást. Ok. Þekkir þú þekkið það? Nei, ég man ekki eftir að heita. En þú þekkir þá örugglega... Já, takk fyrir. Svo er annar lag sem ég gaf út með syni mínum, að ég er búinn að vera að vinna frábæra tónlist með syni mínum undanfarið misseri. Já. Og það er eitt lag sem heitir Time. Þekkir þú það? Já, ég held ég... Time. Þú þekkir þetta ekki? Já, ok. Such a working way, I want my life to be bright. Þetta er flottur húkur, svo náttúrulega fræðasta lagi er náttúrulega Can't Walk Away, þannig að ég nú bara móðgar á þekki það ekki? Jó, ég veit hvað lag það. Já, akkurat, þannig að hvað segir þú? Myndið þú ekki geta græða þetta fyrir mig? Ég geta ekki sko, því að ég bara er ekki með völd í að fá að meiga það sko. En veistu hvort að er einhverju svona mikið smettnir einstaklingar sem er að fá svona díla gegn því að vera að segja þessi að æfa á þessum tilteknu stöðum? Já, það getur vel verið sko, þetta fer bara allt í gegnum skrifstofun og þú getur prófað að tala við Silvíu sem vinnur á skrifstofunni. Já. Síminn hjá henni er 5852213. Ok, hvað heitir þú? Svandís. Þannig ég segja að þú hafi gefið grænt ljós á þetta, eða hvað? Þú segir bara að ég hafi sagt þér að syngja í hana. Já, þetta er... Það múið þá bara að ganga frá þessu, þannig að ég segja... Nei, ég get ekki gefið grænt ljós á þetta, það er hún sem myndi gera það, þannig þú þarfst bara að tala við hana. Já, ég segi þá bara já, þú getur ekki grænt, en þú ert tilbúin í þetta, sem sagt. Að gera svona samning, þannig að ég myndi geta sagt það bara. Að ég hafi talað við þig, er það ekki betra, eða? Jú, það er bara að hafi talað við mig og hörst. Og þú sett til í þetta og að það gengi upp? Já. Ok, en það er náttúrulega... Þetta myndi held ég bara að virka vel fyrir bæði ykkur og fyrir stöðina og auðvitað mig. Og því ég bý nefnilega í Breiðholtinu, bý hérna í Bökkunum og það er miklu styttra fyrir maður að keyra. Já, einmitt. Það er hérna að því að fara inn í, að fara í aðra leið sem er minni traffík og svona, þannig að það er miklu betra fyrir mig að fara í öðukvarfið. Já, einmitt. Svo er þetta líka bara svo gott hjá ykkur að maður getur verið í svo mörgum stöðum. Já, ef ég fengi kort hjá ykkur, mætti ég að fara í Laugar eða? Já, það má fara alveg alla staðanar. En Spöngina? Hæ? En mætti ég fara í Spöngina líka? Já. En Turnin? Já, bara alla staðanar. Og er Mosfellsbær inn í því? Hvað segir þið? Og Mosfellsbær er inn í því? Já. Og en Seltjarnarnes? Já, alla staðanar. Frábært, þetta er frábært, þetta lítur rosalega, ég er inn á heimasíðunni hjá okkur núna sko. Ok. Er að skoða þetta er ótrúlega flott aðstæð, þannig að ég sagði ég sé bara til í þetta, og svo náttúrulega er ekki ástátíð okkur fljótlega. Hvað segir þið, er ekki? Ástátíð. Nei, hún er búinn. Ég get náttúrulega komið, eða er eitthvað partíð eitthvað svona, þá get ég náttúrulega líka upp í korti komið og skemmt. Þá er ég að taka, því ég er að taka kannski svona 20 mínútur hálftíma prógram, þá er ég að taka öll þessi bestu lög, þá er ég að taka Time og svo tek ég líka Ást, eilíf ást og svo jafnvel fær ég í sko alltaf Can't Walk Away, no, 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 no. Það er náttúrulega algjör stil sko. Það er náttúrulega mitt frægasta lag. Já, einmitt. Og svo tek ég líka Hollywood, Hollywood, at night the lights are shining. Þannig að ég er að... Þú þekkir þetta lag, ekki líka? Nei, en þetta var rospín. Já. Herðu, ég ætla ekki að ángraða meira. Hvað sagði aftur hann heitir? Hvað segir þau? Hvað heitir aftur? Svandís. Svandís, herðu. Ég ringi Silvíu. Já, gerðu það, endilega. Og svo bara sé ég þetta vonandi. Já. Ég er að mæta, sko, ég er vel fyrr í partinn. Ok. Þannig að ég bara hlakka til að sjá þig, ég er búinn að ganga frá þessu.
Já, sömuleiðis. Takk fyrir. Ok, takk sömuleiðis. Bless. Bye. Pepsi-deildin hefst á sunnudag. Allur íslenskur fótbolti á einum stað í sumar. Bara á Stöð 2 Sport. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Pepsi sem færir þér Pepsi-deildina á Stöð 2 Sport. Sýndu dælulykilinn og þú færð 15% afslátt hjá AB varahlutum í Reykjavík, Reykjanesbæ og Akureyri. Atlantsolía. Ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát? Sölabáta. Shell V-Power hjálpa til við að viðhalda bestu mögulegu afköstum og endingu vélarinnar í öllum bensínbílum. Shell V-Power. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kretia, láttu það. Þetta lag heitir Pumped Up Kicks með Foster the People. Þetta Björn Bragi með ykkur út þessa viku þangað til að Auðun Blöndal kemur heim og hjá mér í dag er Sóli Hólm. Við vorum að gera símat sem Herbert Guðmundsson. Verður Herbert ekkert reiður þegar þú ert að rekja svona í hans nafni? Sóli? Jú, örugglega. En hann samt eins og, þú veist, hann er Guð, ég hef kennt honum að fyrirgefa, þannig að ég hef ekki mikla áhyggjur. Þannig að þú ætlar að nýta þér það? Það nýta þér það. Herru, hingað er kominn góður gestur Magnús Samúelsson á Vaxtaræktarkapi. Vertu velkominn. Takk fyrir. Hvað, þú ert það í einhverju svaka reisu að vinna annarkvert Vaxtaræktarmót úti, er það ekki? Jú, við byrjum fyrir 4 vikum að fara og þetta er bara búið að ganga alveg fáranlega vel. Ég stend á þetta, ég trúi svolítið. Já, þú varst í hvað, Danmörku og Noregi og hvar? Og Ísland. Ok, og hvað hvernig, sko... Þú vannst hvað mörg mót? Af hvað mörgum? Ég vann 3 mót af 4. Og í öðru sæti? Öðru sæti í Danmörku á fyrsta móti. Og það var engin aukvisti sem sigraði þar heldur? Nei, það var fyrirhundi heimsmeistari og maður sem er komið með prókard, sko, þannig að ég var mjög svottur að tapa fyrir hún. Já, þau voru pirraðir að þau voru unnið hann. Ég hef ekki trúið það sjálfur, sko. Nei. Ég vilja fá prókard í honum. Það er rosalega gott núna að vera búin að fá því í hljóðveri því að ég er búin að vera svolítið einmanni sem eini massaði maðurinn í dag. Þannig að það er rosalega gott að fá því, loksins. Já, ekki standartinn að þessu. Já, akkurat. Ánægði með hóverina yfir Sóli. En Vaxtarækt er svolítið svona athyglisverð íþróttagrein. Hvernig er svona undirbúningurinn? Eru menn ekki bara dauðir af þessum undirbúningi eða? Nei, það fer eftir bara svona mataræðinu öllu því, sko, en þetta var bara mjög auðvelt, sko. Já. En ég set mig alltaf bara takmark og keyra á það, sko, og þetta er búið að vera 3 mánuðir í unduna niðurskurði. Já. Og ég bara þakka fyrir að hafa góða ala baka mig. Nings ég sá matinn fyrir mig, ég fæði að demnir á hristi, þannig að það hjálpaði mér rosalega. Já, nokkulega. Þetta er ekki Jósef og Herbert að reyna að fá á hann? Já, gekk ekki eins og vel í honum. Nei, fá styrtar aðeila. En hvernig svona í þessum niðurskurði þegar þú ert að skera af þér allt saman og taka allan vökvar, verða menn ekki bara naut heimskir og geta ekki hugsað af þessu að fá ekki kolvetni og svona? Jú, en ég lækka ekki kolvetni, þannig að það verður betur fyrir ekki naut heimskur, sko. Nei. Þú þarf samt að vera eitthvað með eitthvað í hausnu þegar maður er að keppa í þessu, er þetta ekki bara standa og nikla? Jú, erum við eitthvað gáðar að vera að keppa í Vaxtarækt? Það þarf að vera fyrir heimskur og ykkur heldur til að standa í þessu. Já, er ekki? Jú, ég held að heilbrigður maður myndi ekkert hugsa sig, ég ætla að keppa í Vaxtarækt, sko. Þannig að þú ert að segja að þú sért svona nett klikkaður? Já, ég held að það sé alveg nettur, sko. Já, nákvæmlega. Herru, við ætlum að halda áfram með Magga rétt á eftir, en fyrst þetta. Með ykkur, við vorum að reyna að spjalla við Magnús Samúelsson rétt áðan. Ég hélt að heyrðist illa í mæknum en komst síðan að því að það heyrðist ekki neitt. Þannig að við ætlum bara að byrja aftur. Velkomin Magnús. Já, þakka fyrir. Eðlilegt að menn verið stressaður þegar ég sjá þig, sko, þannig að ég alveg klúðraði öllu á takkaborðinu. Og hrættu við hann bara, við kynni það. Já, ég held að mikrofónina hefur hrættu við hann líka. Já, það verður allir hrættir þegar hann labbaði inn. Hvað er þessi ljúgur maður? Já, ég veit að þetta er ljúgur maður í illmennis líkama. Gentle Giant. Já. En já, Magnús er sem sagt Vaxtaræktarkappi og var að koma að utan þar sem hann vann hvert mótið á fætur öðru. 3 af 4, 1 silfur. 1 silfur, takk svo. Það er ekki amalegt. En það er svolítið, já, þetta er svaka rútína sem að þú ert í og mikil ægir, það ekki, sem að krefst. Jú, maður þarf að vera mjög fókusaður á þetta, sko. Já. Og reyna að halda bara rútínu alla daginn og alla daga, sko. Já. Hvað mörg ár síðan mistur ræfingu?
Vá, ég maður það ekki. Nei, það nafniðinn Bess. Já. Ég held að hann hafi verið 14 ára þegar hann mistur æfingu síðast. Það mjög líklegt, sko. Já, það var sannlega bara önnur æfingi sem hann ætlaði að fara á. Er þú hinn nýji Maggi í þessu eða hvað? Ætli það ekki bara? Það er Maggi bara. Maggi Bess, sko. Magnús Bess. Og svo Maggi Mix líka. Já, Maggi Mix þetta, já. Svo Maggi, en við erum með Magga Sam hérna hjá okkur í dag sem að Magnús Bess, hann hefur verið svona simply the best í þessu hingað til. Já, hann búinn að vera kóngurinn senast árin, sko. Já, akkurat. Hann búinn að vera svona motivation í mann, sko. Já, ekki? Já. But there's a new Magnus in town. Já, menn það var að halda við alltaf nafninu, skilur. Já. Við erum ekkert að ruggla fólki, sko, höfum bara Magnús, við erum ekkert að breyta nýrn eftir nafninu. Nei, Magnús svolítið kraftalegt nafn. Það það, þetta þýðir konungurinn, sko. Já. Konungurinn í ræktinni. En hvernig það? Ertu hérna, þú veist, hvernig lífið þitt? Hvað ertu einhleipur eða? Já, ég einhleipur eins og Þú ert giftur líkamsræktarstöðinni bara, giftur lóðanum? Í rauninni, sko. Já. Þú ert mjög þunga kæristu. Já, misþungar, ég geti ráðið. Já, misþunga, já. En hvernig svona típisku dagur í þínu lífi? Ef við tökum svona fyrir mót. Já, bara, já. Ég teku þetta svona 3 mánuði í niðurskurði, þá fer ég bara á að fókusa mig og roka mig svolítið af, sko. Og en það ef við tökum típiskan dag, vakna klukkan 7, fara í brennslu klukktíma, svo ég fengi vinkunum mér að teygja mér eftir það í klukkutíma. Teygir í klukkutíma? Já, og það engar smá pinningar, sko. Svo fæ ég mér að borða, pósa kannski, þetta svona þegar nærtökum móti, þá tek ég að pósa í hálftíma klukktíma. Svo fæ ég mér að borða, fekka sér ljós, fæ mér aftur að borða, fer svo að æfingu, fer út með hundinn, fer svo heim og borða bara ándur í vera svo klukkan 9. Sko. Er þetta allt þessi virði? Hvað er það svona sem drífur þig áfram? Þú veist, þegar þú ert komin á mínútu 50 í teygjuæfingu og ert að fara á aðra liftingaræfingu sannar rétt á eftir, hvað er það sem að drífur þig áfram í það? Það sem drífur mig áfram, ég þoli ekki að tapa, sko. Já. Og og þá er best að reyna að vinna, sko. Og þannig að ég... Gott ráð. Já. Ég veit ekki, Það er líka sem heyrðist í gjáðan þú sagðir að þú ert klikkaður. Ég er svolítið nett svona klikkaður í þessu og ég er manískur sem ég tek mér eitthvað til og það er bara, ég er rosa fókusaður að ég tek mér eitthvað, það er ekkert sem kemst það. Og ég vill bæta mig milli ára og mér langaði bara að koma þarna út og geta staðið bara svið og hugsa það er ekkert það sem ég átti að gera betur. Akkurat. Já. Og kannstu það? Já, ég held það. Hvað ertu gamall? Ég verð 35 núna í þessu. Ok, þannig að þú átt 7 ár í toppinn sem er 42 ára í vaxtarrækt. Er það ekki? Þess vegna 45. Þess vegna 45, nákvæmlega. Mismunandi bara fyrir eftir hvernig hugsa. Já, það er kannski, Björn, þú þekkir þetta kannski ekki, en við í vaxtarrækt, við toppum á þessum aldri sem sagt. Já. Við bodybuilderinn, við erum að toppa svona... Þú ert 42 ekki, Sóli? Jú, ég er alveg... Toppa, já. Ég sé að þú átt 1-2 ár eftir. Já, akkurat. Ég get ekki orðið mikið hrikalegri en þetta, sko. Hvenær byrjaði þetta ekki vöðvafíkn eða svona þessi baktería? Jó, klálega, sko. Ég sé mig ekki í þessu rétta ljósi sem allir sjá mig, sko. Nei, ég get alveg sagt þér að þú ert nokkuð massaður, sko. Já, mér finnst ég vera eðlur. Já. Ég verður bara fínir, sko. Ég hef staðið, sko, hliðina strák sem er miklu minni ég og finnst það massaðri, sko. Já, akkurat. Og ég var félagið sem fóð með mér út að keppa og ég er búinn að vera strák sem er bara hjálpað sem rúlingur og það var að keppa og staðið sem mjög vel, sko. Við mann eftir að svona 1,5 mánuði síðan að þá var ég að horfa á hann og mér fannst hann helvíti flottur og massaður, sko. Það er strákur sem er mikið minni ég, sko. Og ég hugsaði alveg, shit, ég er að fara að taka mig á, sko. Já, akkurat. En hvernig er þetta, þú veist, þetta er náttúrulega einhvers konar vítarhingur, eða ekki? Þessi vöðva, ég sé ekki vitleysa, þessi vöðva... Fíkn. Já, mér finnst það svo leiðilegt orð. Mér finnst einhvern veginn, ég þoli ekki þegar fólk segir að einhver sé of massaður. Það er óvanþakklátt þetta sem ég heyri. Veistu hvað þessi maður þurfti að gera til að verða svona? Það er óþolandi. Jú, þetta er svolítið vítarhingur. Ég veit ekki, ég lít frekar á þetta, þú veist, að ég vil bæta mig. Þú veist, ég vil bæta mig, þú veist, ég veit að við verðum kannski aldrei ánægð með okkur, en ég vil bæta mig bara frá ári til ári og ég vil vera bestur. Ég vil vera bestur í Evrópu, sko. Já, það er bara þannig. Ég meina, við erum komin langlegina best, ég komin langlegina að því, ég meina, með að við gengið, ég meina, ég vissi ekkert hverju stæði þegar ég lagði stað út í þess að göngu fyrir 4 vikum. Og ég hugsaði bara, ég ætla bara að fá samanbör á móti þeim besta og ég stóð upp á sviði við hliðina heimsmeistara og maður sem var 9 ára komið prókart. Og ég var í öðru sæti eftir honum, þannig að þetta er það sem ég vildi, svo bara kollu. Þú nú orðið glaður eftir það? Ég var rosa ánægður, sko. En hvernig fagnar þessu? Færðu þér eitt perlandi? Nei, ég drekk ekki, sko. Þú drekkur ekki, nei? Nei, ég fæði mér kannski eitt shake eða eitthvað. Eitt shake, já, akkurat, já.
Leifið þér það? Ég myndi miklu frekar með súkkulaði sem heldur bjór, sko. Já, en það líka, ef við tölum það, hvað í kötti, það er þess að þeir að skýra sér niður, eða þið skilja ekki að mála þetta úti, þegar þú ert í kötti, hvað ert að taka marga kaloríur þá á dag? Ég er svona 4 kaloríur, kannski. Ég er mjög hár. Með að við aðra, sko. Já, þú tók lengur eða ekki líka? Jú, ég tek miklu lengur kött, akkurat. Og ég fer ekki í þess lækkun, ég vill ekki, þá verðum við svolítið svona heimskir, kannski. Já, pirraðir. Já, kannski til að hvæsa á einn, akkurat. Hvernig eins og þessi. 4.000, hvað ertu þá, það er þá bara kjúklingur mikið til og lax og þetta? Já, kjúklingur, haframjöl, lax, hrísgrjón, kartöflur, þú veist, prótein. En svo kemur að því að ég þarf að lækka þetta svona mánuði í mót, sko. Hvað fyrir þá niður, í 3 og 5? 3.000? Já, kannski 2 og 5. 2 og 5? En ef þú... Til að setja í samhengi, hvað eru marga kaloríur í hambúrgara, svona venjulegum, sem þetta ekki með bacon á, myndur þú halda? Er það ekki ykkur 700, 800 eitthvað? Ja, akkurat. Enga franskar þá, sko. Nei. En ef þú verður sá besti, hvað hefur það í för með sér? Er einhverju peningar í þessu, eða hvað getur gert þér? Ég er ekki mikil peningar í þessu áhugamannadæmi, sko. Nei. En pró? Já, það er peningar í því, en það er bara stökkið svo svakalega stórt. Er það, já? Já, þetta er bara áhugamál hjá mig núna, sko, þannig að... Vinnur eitthvað annað? Já, nei, í rauninni ekki. Nei, hvernig, er það bara styrktaraðalarni sem að halda þér uppi? Já, í rauninni, sko. Það er ég bara verið þakkláttur fyrir það sem ég hef, sko. Já. Þeir ná að halda mér á floti, sko. Já. Og hverju eru að styrkja helst það? Það er hreistir og hrikalega stórir og nings. Já. Þeir hafa það svona hjálpað mér með þetta. Já. Allt sem ég þarf, prótein og mat, hvað þarf ég annað? En húsnæði, hvað ertu bara... Húsnæði? Nei, ég er nú með húsnæði. Já, ok, þú sefur ekki rektin í. Þú talaði þannig eins og hann sé bara vél. Ég meina, þetta er alltaf því. Já, alltaf því. Pappi mér er alltaf að gera grína með þetta, kaupa bara fellis og setja fyrir utan laugar fyrir mig, sko. Já, það ekki. Þetta er rándýrt. Það er ekki að vera það sér trefn. Ertu æfið laugum þá? Já. Ertu ekki með eitthvað svona að lokum, svona eitthvað gott ráð fyrir okkur amatörana? Hvernig maður á að rífa sér í gangi í sumar? Okkur fyrir ekki. Hann er auðvitað atvinnumæður. Fyrir mig og hina amatörana. Ég myndi segja að setja sér bara markmið og keyra það. Taka bara mánuð í einu, ekki setja ólangt markmið, ekki stutt. Setja bara mánuð í einu og halda sig við það, ekki gefast upp. Þetta er ekki, sko, sprelllup. Þetta er langlup, sko. Heyri, það er eitt annað að lokum sem ég er með, það er kannski ekki endilega að lokum, en það er þegar þú ert að fljúa, af því ég veit náttúrulega að menn vil ekki vera vatnaðir þegar þeir eru að keppa. Kemur ekki bjúgur á þig og svoleiðis? Ég finn aðeins fyrir, en þetta er alltaf deginum áður, þannig ég má drekka það, sko. Já, það var bara edik, bara míga öll út. Ég er svolítið pirrandi svona að gaurinn alltaf standa upp á míga í flugvélinni, sko. Já, akkurat, þú þurfti nú að míga áður og komst hingað inn. Já. Það er alltaf míga. Þetta varstu með 1 lítra vassbrúsa í hendinni, ertu alltaf með hann á þér, eða? Já, mér finnst gott að drekka mikið af vatni, sko. Það er annars bara þotna maður upp og... Já. Vöðan eru bara 70% vatn, sko. Hvenær fer næsta keppa? Ég er svo búinn að eftir þetta svo törn að ég veit ekki hvenær. Ég er með hausnum að ég ætla að vinna þetta mót sem ég lenti öðru seti næsta ári. Já. Og svo langar maður að taka aftur í svo raun eða eitthvað svipað eftir það. En Bandaríkin, stefnir eitthvað þangað? Það væri gaman að taka Arnold Classics næsta ári í mars. Það er svona sem... En það er ríkala dýrt að fara þarna, þannig að það er svona fyrir eftir ég fæ góða sponsor og þá kannski geri ég það. Glæsilegt. Herðu Magnús, það var hrikalega gaman að fá þig hingað og við bara óskuðum alls eins besta í ræktinni. Takk fyrir verið. Gangi vel. Coldplay og lagið Paradise. Við vorum að spjalla við Magnús Samuelsson, vaxtarræktarkappa hérna rétt áðan. Það gekk nú reyndar ekkert sérstaklega vel í fyrstu og þið hefðu átt að sjá sko æðina á enninu á Rikka G þegar hann kom hlaupandi hérna inn til þess að öskra. Það heyrist ekkert í Magnum. Já, sko, þetta var svolítið kjánulegt. Þeir voru að byrja viðtalið, sko. Þá var ég starf á ljósum bara og sagði, hann er komin það Magnús Samuelsson, sætt og blessaður. Svo heyrði maður bara ekki, það sagði bara, hvað er hann að búa til gesti eða... Hún bara alveg 10 sekúndna þögn meðan hann hefur verið að tala og svo kemur þú bara svona aftur. Ég hélst að ég væri búinn að missa vitið endanlega. Já, ég held að það væri bara allt í gangi, sko. Já, þú líka, ég held að ætla að berja ykkur og komst, sko. Já, æðin á enninu var stærri en sko æðin í bísefnum á Magga. Ég hljóp inn, en þetta gekk eftir. Já, við heyrðum nú að það heyrðist illa í Magnum, sko. Eitthvað suð. Já, en ég held samt, sko, að við gætum klárað aðeins og farið í lag, sko. Já, ég sá að Bjössi stóð upp, sko, færið þennan mæk nær sem var ekki eins og kveikt á. Já. Færið hann nær honum. Mér til varnar, þá er þetta nú, sko, ég er nú ekki búinn að vera marga dagar en við taka bara. Ötti kandi ekki ennþá. Ég er endar held að þetta myndi sleppa. Mér var sagt að koma 5:30 að því þá eru þeir 1, sko. Já. Ég held að myndi sleppa 32 en það gerði það ekki. Ég þurfti að koma 28, sko. Gera lítið úr mér.
En hvernig, Rikki, nú ert þú búinn að vera útvarpsmaður síðan á aðalstöðinni 1986. Já, takk fyrir það. Hvað er það versta sem þú lendi í svona mál? Ég talaði um mömmu, þá glemdi ég sérst að taka þetta heitir program 1, program 2 sko, þú ætlar ekki að setja í lofti, þá tekur þú program 1 af sko. Já. Ég tók það af mér, en ég tók það ekki af henni sko, þannig að maður heyrðist bara í henni og ekki mér. Og einhver lagi líka? Já, hún var svona að tala bara ofan í lag og eitthvað svona, svo byrjaði bara síminn og þá var held ég Þrösti 3000 dagsastjóri og hann kom sko í gegnum glerið á stúdíónu sko. Já, hvað voru að tala eitthvað persónulegt? Já, ég var bara að spyrja hvað í mat, ég bjóð þá hjá mömmu sko, hvað í matinn Þetta var skemmtilegt. Já, það er helviti gott. Ég misti ekki vinna, það með okkur rólur. Já. En hvað ertu búin að vinna þetta lengi? Það er verið komin 8 ár. Vá. Já. Samt ertu 19 ára gamall. Já, ég er ungur sko. Þú verður sem þú varst 11 ára. Já, alveg klálega, ég toppa Svala og alla. Já, hvað ætlar að vera einn 20 ára Svali? Ég veit það ekki alveg, það kemur ljósa fyrir eftir hvað ég fæ að vera hérna lengi, það getur vel verið yfir Reykjum fljótlega. Já, ég heyr eitthvað að tala það frá mig þannig að það komur óvart. Já, má fyrir á bylgjuna fljótlega. Blað með myndaðir og X yfir nafnið. Ívar var nú bara einhver slúpert á FM og var rekinn og var þá einhver massaðisti útvarpsmaður í Íslandi á bylgjunni. Já, ég held að það sé ekki að vera að gerast hjá mér. Nei, en pælið í því. Að vera massaður þá. Nei, akkurat. Ívar er náttúrulega The Voice, rödd Íslands. Hvernig er þetta að reka þann mann sko? Það er ekki hægt. Hann fór ekki langt. Það er gaman að segja frá því að það er búið að vera svolítið svona heilsu og íþróttathema í þættinum. Við vorum með viðtal við Aron Pálmas. Það er oft gerist þegar þú fara vaxtaræktarmenn til að stjórna þættinum með þér. Já, og svo er náttúrulega vaxtaræktarmenn Sóli Hólm búinn að vera geststjórnandi, svo var Maggi Sami viðtali og nú er Rikki G komin og hann er að reka sporthúsið. Hann er að rífa sig að Hvað er það aftur? Ég er bara svona góður consultant, ég er svona svo Patrick Jane í The Mentalist. Ég er svona góður ráðgjaf í sporthúsinu sko. Já, þú fær ekki borgað, þú fær Ég segi það nú kannski ekki. Þú ert með þáttinn hérna á eftir FNÍ blöð. Ég held að ég hef aldrei séð þig koma inn þegar þú ert ekki sveittur í íþróttafötum. Ég æfi alltaf á henni fyrir loftið. Það er bara einhvern veginn mótivera mig sko. Já, þú verður að vera vel pumpaður í stúdíónu. Klálega sko. Það sturlastu bara. Það er ekki gott samt fyrir þann sem kemur á eftir mér. Það er ekkert sérstaklega góð lykt hérna sko. Nei. Ég þarf ekki að finna fyrir því, ég er hérna milli 4 og 6. Hvernig verður blandan eftir? Verður hún betri eða? Hún verður hrikalega besta blandan bara. Besta blandan með Rikki G. Besta blandan. Herru, við ætlum að henda í lag. Takk fyrir þetta innlitur, Rikki minn. Já, takk fyrir það. Björn Bragi og Sóli búnir að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Sóli, það er mjög gott að hafa þig. Takk fyrir og mjög gott að vera hjá þér. Er það ekki? Jú, mér líður vel hjá þér. Já, það er svo gott kemistri á milli okkar. Já, það er það nefnilega. Þú ert í vernduðu umhverfið þegar þú ert með mér. Já. Sólmundur. Það er enginn sem getur náð til mín. Annar en ég. Nei, þú hefur komið með Magga Sami hérna áðan og hann hefði getað dreipið mig með bara einu, ég veit ekki hverju selbiti sennilega. Já, nákvæmlega. Hvað tekur við hjá þér í kvöld? Í kvöld? Já, ég er svo nú bara mín heittelskaða eiginkona sem ég er búin að elda eitthvað góða mat handa mér. Það er eins gott fyrir hana. Það er eins gott fyrir hana. Það var talað um hvað, fisk. Já. Fiskur í matinn í kvöld. Já. Og þannig að mín býður bara 2 litlir synir og eiginkona sem að ég með bara njóta kvöldsins í faðmi þeirra. Þetta er eins og bara sjónvarpsþáttur af húsinu á sléttunni. Þetta er bara þannig. Sjálfur verði ég bara heima. Við Jóhann Alfreð ætlum að horfa saman á Tottenham á móti Bolton. Nú. Borða góðan mat yfir Bolton Tottenham og horfa okkar menn tryggja sér. Er hann líka á pippa sér? 4. setið? Nei. Nei, ok. En hann er samt Tottenham-maður. Tottenham-maður, það er nóg fyrir hann. Og svo ertu í úrslitunum í hæfileikakeppni. Á föstudaginn. Fólk má alveg kíkja á hana þó að með ekki horfa lengi á Ská 1. Þú veist, það má skiptir á hana aðeins. Já, þín vegna má það ekki lengi, nei, mitt. En þú ert samt hættu við þinn þátt, það er ekki allt í lagi, er ekki bara eitthvað bíómynd á Stöð 2? Jó, örugglega. Þannig að horfum við bara hæfileikakeppnina. Tímdagur komin í sumarfrí. Já, hvort þið er ekki á sama tíma þannig? Nákvæmlega, þannig að þetta er ekkert vandamál. Já. En hérna, þetta var spikveitu þáttur, við heyrðum í Aroni Pálmasinni og tókum Geir Ólafs í hittaklefann, það var netmisnotkun á Loga Geirs og svo náttúrulega símaðið á Heppa. Já. Og spilum við Magga Sam og hérna, þetta er allt hægt að nálgast á vísi.is, líklega bara strax á eftir. En Sóli, ég þakka þér fyrir og ég ætla að Takk fyrir mig. Hlusta á lagið sem ég ætla að enda þetta á. Takkir þetta? Já, akkurat. Sandstorm með Darút. Tonight, ekki? Nei. Veitu, hlusta. Veitu? Já, vá, þetta er þetta. Já, það er bara svona lag sem getur kynnt inn Rikka G. Já, ég veit það. En hann er að taka við okkur.
FM95 Björk kveður, við sjáumst á morgun. The G-Man tekur við. FM 957. Úrslitaeinvígið Íslandsmeistaratitilinn heldur áfram. Þór Þorlákshöfn Grindavík í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld klukkan 19. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þessi góður. Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. Shell V-Power auðveldar vélinni að viðhalda getu og afköstum í öllum bensínvélum. Shell V-Power. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.